Við ætlum að byrja á þessu. Þingmenn Miðflokksins halda maraþon ræðuhöldum áfram þriðja orkupakkan og ekkert annað hefur komið stað á Alþingi í marga daga. Síðari umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra staðfestingu á þriðja orkupakkanum heldur sem sé áfram. Dagurinn í gær var 9. dagurinn sem að hefur farið í þessa umræðu og samkvæmt talningu sem að lesa má á ruv.is þá búið að ræða þriðja orkupakkan í yfir 132 klukkustundir og þingmenn Miðflokksins talaði rúmlega 110 tíma. Andsvör þeirra, þeir koma með fyrirspurnir, já, og svo komaði með andsvörin líka. Þau eru orðin 2675 talsins og hafa tekið 85 tíma. Og fundur stóð fram á morgun og hefur gert það nokkru sinnum. Helgi Hrafn Gunnarsson, formaður þingflokks Pírata, stökkvinga inn til mín, Helgi Hrafn. Það talað ófremdar ástand og það hafi eiginlega ekki komið upp þessi staða áður. Er það svo? Ekki svo í munni, ég reyndar ekki þingflokksformaður, halda því til að hafa, það Þórhildur Sunna. En hérna... Já, það reyndar á vef Alþingis, held ég að það. Já, við höfum verið að hræra svo mikið í þessu gegnum tíðina að það er ekki skrítið að fá kurglist aðeins. Sko, já, ég man ekki eftir þessari stöðu áður, sko. Á þar seinasta kjörtímabili, þá vorum við líka í minnihluta í Pírötum, ég meina, það er ekkert leyndarmál að þá stundum tafði maður mál ef manni þóttu þau ofboðslega mikilvæg eins og í rammaáætlun og ESB-málun og því líku. En það voru samt ákveðin mörk, þú veist, það fór ekki einn flokkur og hélt þinginu alveg í gíslingu, sko. Þú veist, það var svona lágmark að þá allavega málið væri nógu augljóslega hræðilegt til þess að minnst á kosti 2 flokkar getur tekið sér saman það. Já. En sömuleiðis líka þá voru umræðan oft öðruvísi vegna þess að, ég meina, Samfylkingin og Vinstri græn og Píratar og Björt framtíð gátu alveg spurt allavega svona pólitískt áhugaverðara spurninga. En miðflokksmenn er í andsvörum við sjálfa sig að taka undir með hvorm öðrum. Já. Þannig að það er rosa lítið nýtt, það er rosa lítið sem kemur út úr þessu. Og það er alveg hægt að stunda málþóf þannig að maður gerir þig áhugaverðu að koma inn nýjum upplýsingum eða eitthvað því líkt. Það er alveg hægt að gera þetta áhugavert og gagnlegt að einhverju leyti allavega. En ég sé það ekki í þessu, svona upp að því marki sem maður fylgist með. En eins og þú segir, þetta er 9. dagurinn, það væri, náttúrulega maður er ekki að hlusta á allt þetta, sko. Nei, varstu ekki í nótt? Nei. Nei, hvernig er þetta núna á næturnar eins og núna í nótt og hafa fundur fram til 6 eða? Ég man ekki hvernig hún lauk í morgun. Já, og byrjaði svo aftur kl. 11? Nei, hún lauk í morgun einhvern tímann. Já, lauk í morgun. En hvernig er salurinn? Er það bara miðflokksmenninni þá? Það er eiginlega bara þeir, já. Og svo einhverjir aðrir svona á vakt. Já. Mestmegnis úr stjórnarflokkunum náttúrulega. Já, en skiptast á að vera þá? Eitthvað þannig, ég þekki ekki vaktaplanið þeirra, sko. Nei, en nú segja miðflokksmenn að þeir séu að draga fram nýjar upplýsingar og til dæmis að 4. orkupakkinn sé núna samþykktur innan ESB, það hafi ekki verið kynnt fyrir þjóðinni. Getur ekki verið að þarna hafi nú eitthvað týnst til samt? Kannski eitt atriði sem að, sko, það er samt ekkert nýtt. Sko, 4. orkupakkinn er ekki til umræðu á Alþingi. Og ef þeir telja það sé hægt að hafna 3. orkupakkanum, þá hljóta þeir að telja það sé hægt að hafna þeim 4. Þannig að mér finnst það bara að vera svona leið til þess að halda áform að tala eitthvað. En ég meina, skilur, með þeim fyrirvara auðvitað, ég hef ekki verið að fylgjast með öllum þessum umræðum, þessum 130 klukkutímum, en það væri það mjög slæm nýting á tíma. Þannig að, þú veist, þeir geta alveg hent inn einum svona smáatriðum sem samt, sko, skipta engu máli þegar betur er athugað. Yfirleitt er þetta og þegar ég hef aðeins svona, tjúnað inn á þetta og fylgst með og tekið þátt eins og nýlega reyndar í gæraði fyrir dag, man ekki hvort það var, sem ég fór að taka þátt aðeins í umræðum með þeim. Þú veist, þá er þetta samt, þetta er í grunninn sömu álitamálin, sem að ætti að vera löngu útrætt. Hvaða álitamál er það? Það er til dæmis það hvort það sé einhver vafi það hvort að þetta mál standist stjórnarskrá eða ekki. Já. Það er engin vafi það. Þetta stenst stjórnarskrána. Já. Og í því felst spurningin, er þetta of mikið valdaframsal? Og það er engin vafi það. Nei, þetta er ekki of mikið valdaframsal. Ekki umfram það sem hefur verið samþykkt með 1. og 2. orkupakkanum? Bara smálum almennt. Já. Við erum á þessum samkeppnismarkaði náttúrulega í raforku. Já, og við tökum alveg þátt í alþjóðlegu starfi, skilur. Við erum í NATO, við erum í EES. Við erum hluti af Sameinuðu þjóðunum, við framseljum alveg vald og það er alveg eðlilegt. Spurningin er alltaf hvort að það sé innan þeirra marka sem að lagaspekulantar hafa í gegnum tíðina
vilja meina að sé þörf á. En þá komum við út í svolítið áhugavert efni sem framsal valds. Stjórnarskráin okkar, hún þögul efnið. Hún segir ekkert framsal valds. Þannig að fyrir vikið það eina sem við höfum til leiðsagnar svona fræðileg nálgun einhverja fræðimanna út í bæ og með fullri virðingu fyrir þeim og þeirra starfi að þá eru þeir samt ekki löggjafarsamkundan og þeir eru ekki dómstólar, þeir eru innan gæðsalappa bara fræðimenn út í bæ og það gott að blessa og mjög nauðsynlegt að hafa þá og hlýða það sem þeir hafa að segja. En það hins vegar engin almennilegur ferill til þess að ákvarða hvort að vald sé framseljanlegt eða ekki. Það á auðvitað að vera í stjórnarskrá og útkláfanlegt af dómstólum. En vegna þess að það þetta tómarúm í íslensku stjórnarskráni, að þá verður þetta alltaf pínulítið óljós spurning og alltaf svolítið háð svona einhverju fræðilegu mati sem aldrei alveg konkrétt. Það alltaf svona einhvern veginn og það var alltaf halda áfram að efast og það einmitt. Og þetta verður aldrei 100%, hvorki í þessu málinu neinu öðru. Og sko niðurstöðunar yfirleitt svona að ef því óskýrara sem að valdaframsalið því nær það að brjóta stjórnarskrá. Þú ætlar að spyrja erum við það að brjóta stjórnarskrá núna? Já, það svona. En valdaframsalið eins og þú segir það náttúrulega sko nú þegar, ég meina við erum að innleiða regluverk frá Evrópusambandinu án þess að hafa áhrif svo sem á það. Þetta náttúrulega alveg þekkt. Já, við höfum einhver áhrif á það en ekki nóg mikið. En sko þetta með valdaframsalið, það sem skiptir svo miklu máli þar að við þurfum að hafa ákvæði í stjórnarskrá valdaframsal. Og það sem svolítið svona erfitt við þá umræðu að fólk mjög fljótt að gera ráð fyrir því að þegar maður stingi upp á valdaframsals ákvæði í stjórnarskrá, þá sé maður sjálfkrafa stinga upp á því að það verði miklu auðveldara að framselja vald. Þegar það einmitt alls ekki punkturinn. Punkturinn að það sé einhver skýr lína einhvers staðar. Já, það þarf að vera það einhver skilgreining. Já, og til dæmis eins og í frumvarpi stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum eins og frumvarpi nýja stjórnarskrár sem Þannig að þarna liggur einn hundurinn grafinn í þessu máli. Dreitt af því, já. Svo það sæstrengsmálið líka og það fréttist af einhverjum auðmanni sem var að safna pening til þess að leggja sæstreng. Einhver áhöld það, einhver enn að efast að Alþingi hafi síðasta orðið í hvort að svona sæstrengum muni nokkuð tíma verða lagður? Já, ég meina Miðflokksmenn hafa ennþá sínar efasemdir það, en ekki ég. Nei. Eftir að hafa skoðað út frá þriðja orkupakkanum, sko, nú má vel vera að eitthvað í EES-samningnum sé hægt að nota til þess að kæra einhverjar ákvarðanir í kringum lagningu sæstrengs. Lagning sæstrengs frá Íslandi til Bretlandseyja væri stærsta og umfangsmesta sæstrengjaverkefni mannkynssögunnar. Já, 1200 kilometrar kannski. Já, 800 milljarðar eða svona cirka fjárlög. Þannig að, sko, það ekki eins og það væri bara einhver bjúrókrati Orkustofnun eða Acer sem myndi bara kvitta og það myndi fara að gerast, skilur. Þetta heljarna verkefni. Umhverfismat og allt það. Já, umhverfismat til dæmis sem dæmi. Þannig að sko, í svona stórum og viðamiklum umsóknarferlum, þá eflaust eitthvað sem einhver getur gert einhvers staðar. En það sem vantar inn í þriðja orkupakkan, sem andstæðingar hans hafa svo miklar áhyggjur af, eitthvað sem sýnir fram á það að Acer eða ESA eða einhver annar heldur við sjálf munum nokkuð tíma koma að þeirri ákvörðun að leggja sæstreng. Og þau hafa ekki gögnin. Maður spyr og þá fær maður yfir svöru eins og það sé einhver hugmyndafræði ESB eða einhver vegferð sem að EES á eða eitthvað þýmlíkt. En ef ég spyr bara ákvæði, sýndu mér ákvæðin í pakkanum sjálfum, bara geðu mér málsgrein og grein og númer og einhverja leiðilegar tölur og svona dót, þannig ég geti fundið þetta og þá sýnaði mér ekki neitt sem að staðfestir það. Þetta ekki þarna. Þannig að það margt óljóst, þá bara ekki tilefni til þess að bíða með að afgreiða málið? Liggur á? Ég er á þeirri skoðun að við höfum að bíða með þetta fram í haust, en sko ekki vegna þess að ég þurfi sjálfur svo sem meiri tíma. Ég meina, ég geta nýtt þennan tíma ágætlega til að kynna mér þetta þokkalega vel, en það líka almenningur í Íslandi og það skiptir máli, jafnvel þótt að hann sé ekki að taka beinlínis ákvörðun þetta, þá finnst mér það bara í grundvallaratriðum skipta máli til þess að reyna að hefja upp smá virðingu fyrir Alþingi og því að lýðræðið yfir höfuð virki hérna almennilega. Það sé bara sýnd virðing fyrir því að fólk úti í bæ ekkert með allar þessar upplýsingar fyrir fram að sig, ekkert endilega í aðstöðu til þess að gera greinamun á því sem sagt. Og það mikið svona, má ég segja, upplýsingastríð. Það mikið.
Já, ég meina, skilurðu? skilur, Orkan okkar bara heil samtök sem bara beinlinnis ganga út á það að hafna þessu. Að hafna þessu, já. Og fullt í þeirra málflutningi sem bara ekki á rökum reist. Ég alveg viss að fólk sé með hjarta á réttum stað, skilur. Það bara að reyna að verja sjálfstæði Íslands og auðlindir okkar og það göfugt markmið. En þú ert að segja, það eru þarna grá svæði og Orkan okkar náttúrulega dregur bara ályktanir út frá því sem að þeir sjá fyrir sér að gæti gerst. En svo kannski spurningin, Helgi, er það þannig að segjum að það sé bara alveg á hreinu að Alþingi hafi ákvörðun þennan svo kallaða sæstreng. Er það kannski vandamálið að almenningur bara treystir ekki alþingismönnum? Það vandamálið, já. Það hugsar bara, ég meina hvers konar þing verður þá þar og hvernig verður það samsett? Já. Meina það ekki bara samþykkja þetta? Akkurat. Er það ekki bara líka partur á vandanum? Jú. Í það minnsta þá, ég meina heldur að sé einhver líkur á því að þessu verði frestað? Ég svo erfitt með að svara svona vegna þess að ég veit ekki eins og hverja líkunar eru. Hvað á Steingrímur J að gera núna? Já, mér finnst hann bara að fresta þessu fram á haust og taka fyrir þau mál sem að bíða. Hvað bíður sem mikilvægt? Já, auðvitað er þetta mikilvæg mál, en... Þetta rosalega mörg mál, þú veist, við þórum ekki alveg að forgangsraða mig hér og nú, en svona eitt sem við mættum fara að tala sérstaklega út af þriðja orkupakkanum, ný stjórnarskrá, sem frumvarp sem að Píratar eru búin að leggja fram. En kemur það að? Aldrei að segja aldrei. Ég vil ekki fullyrða neitt slíkt, skilur. Ég bara vil ekki fullyrða það, en ég veit það ekki og ótrúlega ólíklega hlutir gerast bara á hverjum degi. En þetta orkupakkamál, þetta finnst mér endurspegla rosalega mikið að það er mikil þörf á stjórnarskrárbreytingum. Þetta er ekki bara eitthvað svona gæluverkefni Pírata, skilur, eða eitthvað sem að þetta eru alveg, þetta er spurningum eignarhald yfir auðlindum sem dæmi, yfir framsalvalds, yfir þjóðaratkvæðagreiðslur, að þjóðin geti kallað til sín mál sem Alþingi hefur samþykkt. Þannig við erum að fá stórkostlegt tækifæri til þess að einmitt að glíma við þetta stóra mál núna, stjórnarskrármálið þá. Já. Og náttúrulega það sem kannski góða við þennan þriðja orkupakka er að við fórum kannski að ræða málin orkuna. Já, mér hefur fundist skorta og hver á að dreifinni og kannski og hver má framleiðana og allt það. Já, en grundvallaratriðin í málinu snúast auðlindir, eignarhaldi við þeim, nýtingarétti við þeim, framsal valds til erlendra stofnana og hlutverk þjóðarinnar í að taka ákvarðanir. Þetta eru allt spurningar sem varða nýja stjórnarskrá. Ekki þriðja orkupakkan, þú veist, sem slíkan. Nei, finnst þér samt að þessi orkupakki eigi að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu? Ef þú kemur með undirskriftalista og bæðum að skrifa undir slíkt, þá myndi ég ekki gera það, nei. Vegna þess að ég tel bara enga þörf á því. En aftur á móti, ef 10% kjósenda myndi skrifa undir það, sem það bil 25.000 undirskriftir, eitthvað svoleiðis, svo kallara kjörbæra manna, þá samkvæmt nýrri stjórnarskrá, þá færi það í þjóðaratkvæðagreiðslu, að því gefnu að það myndi uppfylla nokkur skilyrði. Eitt af því það nokkrar takmarkanir fyrir því í nýrri stjórnarskrá. Eitt af því er að mál eru ekki sett í þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að framfylgja þjóðréttarlegum skuldbindingum. Mér er ekki alveg 100% ljóst hvort að þetta mál myndi teljast til þess, en ég hallast að því að svo sé ekki. Þannig ég hallast að því að þetta yrði alveg takt í það. En þjóðaratkvæðagreiðslur, þá finnst mér svo mikilvægt að hafa í huga. Ég er stjórnmálamaður. Ef ég tel þjóðina að vera sammála mér, eða meirihluta kjósenda að vera sammála mér eitthvað, þá er æðislega fínt fyrir mig að stinga upp á þjóðaratkvæðagreiðslu það. En þær er ekki til þess. Þær er ekki til þess að gefa stjórnmálamönnum eitthvað talpunkt í viðtölum. Þær eru til þess að valdefla almenning. Þannig að frumkvæðið á að koma þaðan, það er almenningur sjálfur sem á að ráða því hvað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. En eru menn ekki alltaf að hugsa á þeim nótum? Að þetta sé til þess að valdefla almenning? Nei, ekki þegar þjóðaratkvæðagreiðslur sem valdefla almenning eru þannig að þær koma frá þjóðinni sjálfri. Þess vegna þarf þetta að vera í stjórnarskrá. Þess vegna þarf þetta að vera formlegt, það þarf að vera fyrirsjáanlegt. Þú þarft að vita, jafn vel og ég, hvað þú þarft að gera til þess að fá eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar stjórnmálamenn taka það upp á sitt einstæmi að ætla að tilkynna, nú ætla ég að setja þetta mál hérna í þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir ykkur sem er meðan í mann ráðgefandi. Sem á Íslandi, íslenskri pólitík þýðir þýðingarlaust. Ég skilði, þú ert þetta er grasrótin, þetta á að koma neðan. Þetta á tilheyra, ég meina ímyndaði ferli þar sem að forsætisráðherra myndi setja lögin. En hann myndi svona góðfúslega spyrja þingið álits.
og svo myndi hann bara ákveða hvort hann færi eitthvað eftir því. Myndirðu kalla það þingræði? Ég myndi ekki kalla það þingræði. Hvernig þetta fungera í dag? Já, meirihluti þingsins ræður, en það náttúrulega alltaf mikil tenging hann á milli, annað sem tekist á við nýrri stjórnarskrá. Já. Hvað sko, við sitjum hérna, það eru einhverju klukkutímar í að verði eldhúsdagsumræður, almennar stjórnmálaumræður á Alþingi. Hvað verður rætt þar? Ég veit ekki. Orkupakka, hérna, málþófið? Ábyggilega eitthvað, já. Ég gerir ráð fyrir því að einhverjum laumi nú nokkrum orðum orkupakkana, já, ég gerir ráð fyrir því. Kemst ekkert annað að? Jú, væntanlega í kvöld. Ég meina, miðflokkurinn vil tala þetta. Ég held að aðrir flokkar séu vilji kannski koma öðrum málum að líka. Vissulega ég, sko. Ég mun taka til máls í kvöld og ég ætla ekki að tala þriðja orkupakkan, nema þá kannski sem dæmi í einhverjum öðrum punkti. En ég bara veit ekki, ég hef engan aðgang að ræðum annarra, þannig að ég er spenntur og allir aðrir. Já, en hvernig hérna, sko, þingskaparlög, þú veist, hvað stendur í þeim varðandi svona málþóf? Ég meina, er eitthvað þak á því? Nei. Hvað svona umræður mega? Nei. Það langar eitt einstakt mál? Sko að óbreyttu þá geta þeir haldið þessu áfram að eilífu. Aftur á móti er heimild 71. grein sem er kölluð kjarnorkusprengjan af þeirri ástæðu að ef þeirri aðferð er beitt að þá er óttinn sá að það yrði bara normið það sem eftir væri. Minnihlutin yrði algjörlega valdalaus til þess að hafa áhrif á dagskrána. Ég skil. Og það myndi, vilja margir meina, myndi valda miklu meiri og víðtækari breytingum heldur en bara því að málið myndi hætta. Og þess vegna er feimni við að nota það. Hvað er í þessari grein? Hún er einfaldlega þannig að það er hægt að stöðva umræðu með atkvæðagreiðslu, sem sé. Já, það er það sem að forseti Alþingis hefur ekki viljað gera. Það er rétt. En heldur hann gera það? Ég þori ekki að fara með það. Það væri ekki ábyrgt að mér að vera eitthvað fabulur en það. Já, aftengja sprengjuna. Já, við sjáum til með það. Takk fyrir að koma hingað, Helgi Hrafn Gunnarsson, sem er í þingflokki Pírata. Sjáum hvað setur, hvernig þetta fer allt saman og við höldum að fyrir þessum ástæðum. Takk fyrir, Helgi. Takk hérlega. Farið ekki langt meira eftir auglýsingar.